Þannig að með þetta tól sem að þessi lifecycle methods og þá fyrir okkur í því að nota þessa functional componentana, userf hleypir okkur að bregðast við og gera þessar hliðarverkanir, að þá getum við farið að skoða hvernig við getum farið að sækja gögn þegar við erum að hlaða upp síðanum okkar eða komponentunum okkar. Þannig að það er svipað og við höfum gert áður, eða bara eins og við höfum gert áður, aðeins önnur leið að því, er að við notum í raun fetch og við sækjum þessi gögn innan user facts sem við skilgreinum í komponentunum okkar. Og við getum notað async await og það er ekkert mál, en við getum ekki merkt sjálft effektfallið eða effektfallið sem við erum að nota í user fact hookinum okkar sem async. Þetta þurfum við að búa til annað fall sem er async innan þess og kalla í það innan effektfallins. Þannig við fáum eitthvað svona og þá erum við að gera hérna, við erum að nota þess user fact, við erum með þetta effektfall hérna, það er ekki async. Þetta erum við með innra fall sem er async, sem við köllum í bara strax. Þetta innra fall sem við séum að sækja gögnin getur það notað await. Og til þess að þetta gerist þá ekki við hvert re-render, þá erum við með dependency hérna sem segir þetta dependar ekki á neitt, sem þýðir að þetta keyrir bara einu sinni og aðeins við fyrsta render. Þegar við síðan erum að sækja þessi gögn, þá erum við náttúrulega með þetta að það eru stöður á gögnunum okkar. Við byrjum að sækja gögn, það tekur einhver tíma út í þetta er asynchronous aðgerð og einhverju tímapunkti fáum við annað gögn eða við fáum villu. Þannig að við viljum meðhöndla þessar 3 stöður í viðmótun okkar. Þannig að við viljum vera með eitthvað loading state, eitthvað error state og eitthvað success state sem er þá bara birtingin á gögnunum sjálfum. Og þá verður til eitthvað svona pattern fyrir komponentar sem sækja gögn og vinna með gögn sem er það að vera með einhverju breytu utan loading stateið. Erum við að loada einhverju eða ekki? Erum við með einhverju villu? Erum við komin í þetta error state eða ekki? Erum við með einhver gögn eða ekki? Og með þessu getum við haldið utan þessi 3 state. Það sem við getum líka gert er að nota eitthvað flóknara sem nota eitthvað stöðuvélar eða eitthvað svona það sem við getum í raun módela hvert og eitt state heildstætt í staðinn fyrir að vera að nota einhver 3 ótengdar breytur sem við þurfum síðan að passa upp á að kalla og gera kalli rétt og hreinsa rétt. En þá getur í raun orðið þetta fetch data fall okkar. Það getur einfaldlega byrjað að segja núna erum við að loada eða nú erum við að sækja gögn. Við erum í loading stateinu. Og þá er þetta hérna með þetta ótengdu breytunar það við þurfum að passa upp á þá. Ef við höfum lent í því að vera með eitthvað villu state áður, þá þurfum við að hreinsa það núna þegar við erum í raun aftur byrjuð á nýju kalli. Síðan reynum við að sækja gögnin. Ef það kemur upp eitthvað villa í því, hvernig sem það fer fram, hvernig sem við erum að mótunum það, þá séum í einhverju villu steiti og returnum hérna, í raun bara til þess að við keyrum ekki þetta fall í framhaldinu. Og svo með því að nota finally, sem að keyra þá hvort heldur sem er, hvort sem að træið virkaði eða við lendum í catch-blokkinni, að þá eftir að þetta er búið, þá erum við ekki lengur að loada. Og síðan ef við fengum ekki villu og returnum ekki hérna, þá setjum við gögnin okkar í databreytuna. Og það þýðir síðan að þegar við erum að rendera, þá getum við notað einhverjar af þessum leiðum sem við skoðum í seinasta fyrirlestri svona conditional rendering til þess að birta mismunandi state, birta mismunandi viðmót fyrir mismunandi state. Þannig ef við erum í villustatinu, þá getum við bara á einfaldasta hátt skila bara vill að koma upp. Ef við erum að loada, þá getum við sagt ég er að sækja gögn og ef að hvorugt þessar state þá er ég í gögnin success stateinu og þá birtum við gögnin. Og síðan getum við flækt þetta töluvert eins og til dæmis það ef ég myndi vilja núna gera eitthvað svona fínt og flott loading state, hvort heldur sem að það væri
patternið sem að Facebook kom með, þar sem við erum búin til svona skeleton eða búin til beinagrind af gögnunum, þar sem við sjáum eins og ef við keyrum upp og erum að sækja newsfeedið, að þá er þetta sjá síðuna koma eins hratt og við getum og birta síðan svona útlínur þar sem að við vitum að gögnin munu koma, útlínur sem við þekkjum af notkun, að þá fáum við í raun, þá er upplifunin okkar svo að það tekur ekki jafn langan tíma að sækja gögnin og það gerir í raun. Við fáum í raun svona, það er eitthvað að gerast. Oft er þetta eitthvað svona sem að kemur eitthvað svona gradient yfir eða eitthvað svona einhver hreyfing í þessu sem gefur til kynna í raun, það er ekkert eitthvað stopp. Það er bara að íta og takka og ekkert gerist í eitthvað tíma er leið til þess að láta fólk halda að eitthvað sé að. Þannig að þess vegna erum við oft með eitthvað sem snýst, eitthvað punkta sem að punktast áfram eða eitthvað sem gefur til kynna að við séum að sækja gögn. En í sinni einföldustu mynd, og við förum svo sem ekki neitt nánar í það núna, við minnum svona skoða hérna aðeins í lokin hvernig við getum gert svona animation library í React til þess að gera eitthvað meira fancy, að þá getum við í þessu loading state, þá getum við jafnvel bara kallað einhvern annan component sem er bara eitthvað loading data component sem að sér það að birta þá loading stöðuna. Svo þegar þetta er ekki lengur true, þetta hérna er tilvikið okkar, þá fjarlægist þessi komponent og við birtum gögnin. Og við þurfum ekki að sjá það að fjarlæga þetta og setja þetta inn. Þannig hérna erum við deklaratíft að segja, ef það er villa, þá viljum við sýna þetta. Ef það er verið að lóta, þá viljum við sýna þetta. Ég þarf ekki að segja, ég er búinn að lóta, nú þarf ég að taka í burtu loading dotið, ég þarf að taka í burtu þessa mynd sem segir eitthvað, snýst eitthvað, og ég þarf að bæta inn gögnunum sem er nákvæmlega það sem þið eru að gera í verkefni 4. Þannig að þannig þessi munur á imperatíft forritunarmódelinu þar sem við þurfum að segja alltaf nákvæmlega hvað við viljum gera og svo þessu deklaratífa módeli þar sem við segjum við lýsum stöðunni, við lýsum því sem á að birtast. Og þetta hérna að við setjum loading hérna út af því að þetta er asynchronous fall, þá er þetta keyrt og bara út frá því hvernig þessi use effect hook virkar, þá mun þetta setja stöðuna og re-rendera komponentinn á meðan allt hitt er að gerast. Þannig að meðan að vera að sækja gögnin, þá er set loading orðið satt, þó svo að það líti út fyrir að það mun ekki gerast fyrir þessi búið að sækja gögnin. Þannig að við getum sett þetta hérna og það mun keyra samhliða. Og það er þetta svona, það minnkar líkurnar ef við séum að blokka eitthvað, að við séum ekki að representa stateið okkar rétt. Við getum gert þetta og komponentin re-renderar og við sjáum loading stateið leið og það ætti að byrja að sjást. Já, þetta er sem við erum að lýsa. Þannig að þá getum við skoða dæmi það hvernig þetta virkar. Og þá erum við bara með nákvæmlega sömu gögnin og þið eru að vinna með núna að sækja þessi jarðskjálftagögn. Og þá sáum við hérna, þetta er svona eitt svona sem er oft á tíðum svona næs að lenda ekki í, að setja sér einhver mörk, þar sem að ef við erum undir þeim mörkum, það tekur okkur minna en 150 millisekundur eitthvað að sækja gögnin, að birta ekki í loading stateið, af því að þá fáum við þetta flikkar hérna sem við sjáum. En ef við breytum hérna, nú erum við búin að búa hérna til nokkra komponenta, þannig að ég er búin að búa til hérna earthquake komponent, earthquakes komponent og svo er ég með hérna, þetta app mitt sem að sækir þá jarðskjálfta og nú vil ég sækja jarðskjálfta sem eru að típunu significant og eru fyrir viku, eða fyrir seinustu viku og þá er ég með hérna, þá er ég með lýsingu á þessu sem að þetta ætti að vera kunnulegt. Þetta er það sem USGS býður upp á þegar við sækjum þessa jarðskjálftagögn. Nú ætlum ég að sækja það sem að tekur lengstan tíma sem er í raun þeir sem eru á magnitúd 1,0 eða stærri seinasta mánuðin. Þannig að þá getur ég sagt hérna type 1,0 period month. Og þá ef ég reloada núna, þá er ég núna að sækja gögnin núna.
þannig að ég í þessu loading state og ég fæ gögnin og núna sé ég í raun hérna hvert einasta jarðskjálfta og ég get skrollað og séð alla þessa jarðskjálfta sem hafa átt sér stað seinasta mánuðinn. En núna út af því að ég er búinn að búa til þennan deklaratíft, þennan komponent, þannig að ég get núna sagt significant í viku og ég get sagt significant í day og svo var það hour. Þannig nú get ég bara afritað þennan hérna komponent 3 sinnum og birt hann 3 og þá fæ ég verulegir seinasta klukkustund, það eru engir, seinasta dag engir og seinastu viku þeir eru nokkrir. Og hérna get ég, núna þarf ég ekkert að breyta henni, ég þarf ekki að copy-paste henni eða setja upp eitthvað nýtt state eða hérna afrita einhverja skrá eða fara að búa til einhverja nýja handlera eða gera eitthvað. Ég bara einfaldlega copy-pasta komponentin minn sem segir ég ætla að birta jarðskjálfta og ég vil birta jarðskjálfta sem eru significant, sem eru seinustu klukkustund og þannig ég bara að segja, ég vil bara fá þetta. Síðan sér bara þessi earthquakes komponent það sjálfur að halda utan stöðunum það að ég er að sækja gögnin, ég er búinn að sækja gögnin, ég lendi ykkur vandræðum, það villa og það en mér er alveg sama hérna segi ég bara hvað ég vill og síðan fæ ég útkomuna frá komponentum. Þannig ef ég segi hérna eitthvað significant x sem reyndar hérna er ekki góð villimeðhöndlun hjá mér þannig að við hérna gerum þetta en ef ég myndi fá þetta í þessu hérna ef við opnum aðeins og skoðum hvernig þetta er hérna það væri eitthvað hérna þá fæ ég vill að koma upp ég gat ekki shortcode, þannig komponentin líka með birtingu á villustöðunni eða eitthvað vill að koma upp fyrir sig. Þannig ef við skoðum núna aðeins hvernig þá við útfærum þetta og búum þá til svona komponent sem heldur utan þetta allt saman og sér sjálfur sitt state, sér sjálfur sína birtingu og í raun síðan að nota aðra komponenta til þess að birta. Þannig að við höfum hérna þessar 3 stöður sem við höfum áhuga á sem þetta loading, error og gagnastatið eða success statið. Við erum með use effect hérna, þar sem við erum að sækja gögnin og við erum síðan með þetta fetch data fall, köllum í það strax, þar sem við getum notað þá async og inn í fallinu segjum við bara í byrjun, við erum að byrja að loada, það er engin villa þegar við erum að byrja að loada, við erum með eitthvað gögn, síðan reynum við þetta sem er kunnuglegt hérna, við sækjum gögnin bara með því að gera await á fetch requestið okkar, við athugum hvort það sé einhver villa, þá köstum við hérna villunni, þá lendum við í sömu cuts-blokkinu hérna, þetta er bara svona smá shortcut sem við tökum okkur, en ef við þyrftum einhverja nánari villumeðhöndlun, við viljum spyrta einhverja aðra villu ef það væri 404 villa, þá gætum við athuga hér og sagt ef að það er 404 villa þá get ég sett hérna set not found error eða ég get gert það þannig að þetta set error hérna sé ekki bara strengur, þessi hlutur sem tilgreinir hvernig villan er. Ég get flekt hlutuna hérna, ég get flekt á bara mjög specific stað sem er í raun þegar ég er að sækja gögnin. Þannig að hérna er í raun, þetta leiðir mig bara að hugsa það. Innan þess að hérna use effect, hérna er ég að sækja gögnin, það er það. Eftir að það er búið að keyra það, þá er ég með birtinguna sem er í raun afleidd staða af því að hafa keyrt þessa hliðarverkun. Og síðan segir set loading hérna þegar það er búið að annarkvort sækja gögnin eða fá upp villu og ef það var ekki villa þá setja ég gögnin sem JSON hérna niðurstöðunar úr fetch-kallinu. Síðan hef ég hérna út af því að ég er hérna að nota type og period í slóðinni að þá er það eitthvað sem kemur hérna inn í gegnum props á komponentum. Þannig að það er í raun dependency eru þetta type og period af því að það gæti breyst ef að þessi komponent sem notar earthquakes komponentur okkar að hann myndi einhvern veginn breyta þessu hérna sem fer inn. Til dæmis ef ég væri með eitthvað state hérna og ég væri ekki að lesa þetta beint upp úr streng heldur væri ég með einhverja breytu hérna sem héti type
og ég væri með einhverju leið til þess að breyta þessu breyti, hvort sem að væri að velja úr drop-down lista eða íta einhver takka, að þá breyti ég þessu hérna. Og þá þyrfti ég að keyra aftur, af því þá það búið að breyta því hvað inntakið er sem eru propsin, og ég vil þá birta gögnin í rétt með við það, sem væri þá þýðir ég þarf að sækja ný gögn. Síðan erum við með hérna bara error og villu steitin okkar sem við erum búin að sjá hvernig komið upp. Hérna þetta sem að vantaði hérna uppflettinguna, að við erum bara að finna út frá þessum labelum sem eru settir hérna í gögnunum titilin sem við viljum birta ef allt gekk eftir, sem er þetta hérna, verulegi senustu klukkustund. Og þá erum við bara að finna hver labelin er út frá típinu sem kemur inn sem prop, og við erum að búa til strengin hérna og við erum svo bara að senda hann áfram hérna og birta hann hér. Svo erum við að athuga hvort að við höfum fengið einhverja earthquakes eða einhverja jarðskjálfta, og það er þá ef við erum með data er ekki null hérna, sem er sett hérna í byrjunarsteitinu sem null eða sem false, þetta er að vera null, það er réttri representation, það er engin gögn. Og data er með features sem er í raun bara þetta hvernig gögnin á hvaða formi þau eru skilið tilbaka, það er í raun þetta JSON form, þar sem að features eru fylki af jarðskjálftum. Ef að svo ekki, þá erum við með tóma fylkið, þá erum við ekki með neina jarðskjálfta til að birta. Þannig að þá getum við athuga hérna með conditional rendering. Ef að við erum með lengdin af þessu fylki okkar er 0, þá segjum við það eru engin skjálftar. Annars, það eru skjálftar, að minnsta kosti 1. Þá getum við sagt earthquakes.map, sem þýðir þá erum fyrir hvert stak í fylkinu okkar. Þá tökum við hvernig jarðskjálfta, við pikkum út úr properties eigindinu, sem er inn í þessum features stakinu. Við tökum út title, magnitude, tíma og url, og við sendum það áfram yfir í annan komponent sem heitir earthquake. Earthquake sér síðan að birta eitt stakan jarðskjálfta. Og hérna er það í raun út af því að þessi birting á jarðskjálfta hérna, sem er í raun bara mjög svipað því sem við erum að vinna með í verkefni 4, að hún er svona orðin aðeins flókin, 12 línur á HTML sem við erum að vera að birta hérna með upplýsingum. Þannig að það er svona kjörið að skipta því upp og hafa þetta ekki flóknar, en við þurfum hérna að senda þessi gögn áfram, og með því að nota þetta þá erum við búin að skipta þarna. Þannig að við erum með komponentur sem sér að sækja jarðskjálftana og birta yfirlitið, annarkvort það var hægt að sækja og það er verið að sækja og þeir eru sóttir. Það eru engin skjálftar eða það eru skjálftar, og þá fyrir hvern einasta skjálfta þá erum við að vísa áfram í einhvern annan komponent þar sem við getum í raun dúllað okkur við birtinguna á hverjum jarðskjálfta fyrir sig. Þannig að hér erum við komið með í raun svona nokkuð mikið af þessum púslum sem við þurfum til þess að geta búið til bara forrit eins og vefforrit sem eru svona nýmóðins í dag. En þetta er leiðin til að sækja gögn. Svo er annað sem við vinnum mikið með náttúrulega á vefnum, og það eru form, og það er þá til að taka á móti upplýsingum frá notendum. En form element, þá input, select, text area, sjá sitt eigið state í grunninn. Ég segi input type text og ég fæ upp einhvern skrifglugga, og ef ég slægi eitthvað inn í hann þá heldur það element í gegnum vafran utan stafinn sem ég sló inn og síðan alla þá stafi sem fylgja. Þannig að ég skrifa eitthvað inn og vafrinn passar upp á það að ég skrifa hérna halva heimur, að það inn í þessu input sem með type text, name, núna með þessu gildi. Það er búið að skrá þessa stöðu inn í hann. Þannig að staðan, forminu mínu, er inn í inputinu. Það svo er ég með annað input, þá fleiri partar af stöðunum minni í forritinu mínu einhvern veginn grafnir inn í inputinu. Og þetta passar ekkert endilega rosalega vel við þessa state pælingu í React, þar sem við viljum jafnvel
það er ekki alltaf, en jafnvel viljum við að React komponentin haldi utan þessa stöðu. Þannig að React komponentin, í staðan fyrir að input elementið haldi sjálft utan sína stöðu, þessi búið að skrifa kynni sig, að þá sé það sent upp í komponentin sem að birta input ratein og komponentin sem slíkur haldi utan stöðuna. Og þetta getum við gert með því að setja fall í formelementið sem segir bara þegar þetta formelement breytist, þá vil ég fá eitthvað event og í þessum event þá get ég pikkað upp hvert gildið var sem var slegið inn og ég get sett það í einhverja state breytu og svo get ég sagt inputið, gildið er í raun út það sem er í þessari state breytu. Þannig að ég ít á takkan, eventin minn keyrir, uppfæri stöðuna, triggerar re-render sem re-renderar input fieldið með valjúinu sem ég var að slá inn. Þannig að þá er þetta einhver hringrás sem verður til þarna og React komponentin okkar verður single source of truth. Þannig að við vitum hverjum einasta tímapunkti hvað er búið að slá inn í hvern einasta input rate í formin okkar. Og þegar við erum í raun búin að gera þetta, við erum búin að taka stjórnina út úr þessu default hegðun sem að vafrinn og bara HTML býður upp á og þá erum við að segja að við sem með controlled component. Við erum að stjórna honum að öllu leyti. Ef við erum ekki að gera það og við leyfum þessum komponentum að sjá stöðuna sinni sjálfur, þá tölum við að þetta sé uncontrolled component og þá þurfum við að nota einhverjar aðra leiðir til þess að ná í gildi þegar við síðan viljum vinna með það. Þannig að í svona minnstu mynd, eða svona mestu mynd, þá erum við með eitthvað svona form, við erum með eitthvað input rate hérna og við erum með þetta onChange hérna sem er fall sem keyrir við hverju einustu breytingu og við hverju einustu breytingu þá keyrir ég fall sem tekur við event hlutnum, finnur í raun target sem þá í raun þetta input hérna, finnur valueið sem þá í raun uppfæra valueið út frá því að ég ítti á einhvern nýjan staf. Ég set valueið í breytunum sem ég er að halda utan hérna sem þetta value. Við það uppfærist value breytan, við það re-renderar komponentin og við það teiknast inputið með nýja valueinu þarna úti. Nei, nýja valueinu sem var slegið inn. Þannig að þetta er hljómar mjög contrived, bara af hverju leyfum við ekki bara gerast hérna, af hverju þurfum við að fara þessa hringavitleysu fyrir þetta. En þetta leyfir okkur í raun að bregðast strax við því og eitthvað value er slegið inn. Þannig að við getum leitað í einhverju leið. Þannig að við getum fengið svona type ahead late eða bara svona type, search as you type hegðun eða við getum bannað innsláttur ef við erum komin upp á einhverju hámarki. Það má bara slá inn 10 stafi, þú ert komin með 10 stafi, þá er bara þá er value ekki sett. Þá bara setjum við ekki value þannig að þá bara birtist ekki stafurinn sem var sleginn inn. Og það er alls konar svona sem við fáum sem við græðum en að samanskapi þá er við borgum fyrir það með þessari auka flækjustígi sem er þetta að setja upp svona. Þetta er svona einfaldasta myndin en þegar við komum með stór form þá verður þetta svolítið mikið utanumhald. Síðan annað sem að React gerir er í raun að gera sömu gildi, sömu attribute og sömu attribute fyrir value og fyrir onChange aðgengilega á textarea og select og samræmir þannig API fyrir input, textarea og select. Þetta er yfirleitt þannig að við erum að vinna með þessi 3 element og það er mismunandi hvernig við meðhöndlum þetta. Þannig að þetta einfaldar í raun bara vinnslu á þessum formelementum að hafa sama API á þeim. Þannig að þá getum við verið með value á select sem að setja þá í raun ef að ég er með foo sem value þá verður þetta selected. Ég þarf ekki að finna það og setja selected attribute sérstaklega. React bara sér það fyrir okkur. Svo ef við erum komið með stærri form sem er í raun einhver svona þessi klassísku form sem þú veist að biðja einhverja fullt af einhverjum upplýsingum og sem er oft bara
raunveruleikinn, bara mjög eðlilegt að þurfa að búa til stór og mikil form fyrir einhverja gagnavinnslu, fyrir einhver verkefni, að þá getur þetta orðið svolítið mikið. Við viljum alla fara að búa til eitt state per rate, þannig að við erum með n reiti, þá erum við með n state, þannig að við erum með efsti komponentunum, við erum með 20 reiti, við erum með 20 state breytur og þetta verður alveg rosa unwieldy. Og þá getum við nýtt okkur name attributeið til að búa til einhvern svona almennan handler og svo getum við alltaf tekið út fyrir svig einhverja sérstaka virkni. Við viljum almennt halda utan þetta allt svona, svo erum við einhvern sérstakann reyti sem ég þarf að passa upp á sérstaklega að gögnin séu á nákvæmlega þessu formi. Við getum bara gert það sérstaklega. Og þá þurfum við að nota, þá getum við nota useState og geymt bara einhvern hlut sem að heldur utan allt stateið á forman okkar í staðan fyrir að vera með en useState, þar sem við erum að halda utan hvert stak, þá bara hópum við þessu saman inn í einn object og þá þurfum við að herma eftir svona partial update á state. Þannig ég er núna skrifin í nafnreitin, þá er ég bara að uppfæra nafnpartin af stateinu, ég vil ekki uppfæra líka kennitölureitin, þá skrifast hann bara út sem 0 út af því að ég er ekki að vinna í honum núna. Þannig að við viljum geta uppfært bara eitt property í einu á objektinum okkar. Og svo er til annar húk sem við ætlum að geta skoða nánar, en það er user reducer sem að leyfir okkur að búa til sérstaka meðhöndlun á state objectum sem að rennur undan Redux sem við skoðum aðeins í næsta félagsstig. Þannig að við getum verið með eitthvað data sem heldur bara utan allt formið okkar. Við getum sett eitthvað default gildi í formið okkar og svo þegar við fáum inn í raun einhverja breytingu að þá í staðan fyrir að segja þetta var handle name change, þá er þetta bara almennt handle input change þar sem við pikkum út bæði valueið sem við verðum að breyta og nameið á reitnum. Þannig að þá erum við að nota name reitin og svo getum við notað þetta partial update hérna, þannig að við getum sett state ekki sem gildi, heldur sem fall. Þá er í raun inputið er stateið á undan, þetta previous stateið. Þannig að við segjum bara nýja stateið okkar á að vera gamla stateið okkar, nema fyrir name reitin á gildið að verða þetta. Þannig að hérna erum við að nota object spread operatorinn sem að tekur þá í raun gamla stateið og dreifir úr því inn í nýja objektin. Þannig að ef við varum bara með þessa línu hérna en ekki þessa hérna línu, þá væri þetta hérna að búa til nákvæmlega sama hlutin. Með því að búa til nýjan hlut sem inniheldur sömu propertyin og sömu gildin inn í sér. Það er fínt, það er hérna, nema, svo tökum við hérna name og þá erum við notað hérna dynamic property name fyrir object sem að er þá í raun, ef að name er nafn, að því ég er að breyta nafnreitnum, þá verður þetta í raun property nafn, verður að valueinu Óli og þá yfirskrifast það yfir name value sem var í fyrra stateinu. Þannig að við skrifum yfir það og fáum þá, breytum einu property í einu. Síðan ef við erum að nota þessi uncontrolled components, þar sem við erum ekki að halda utan stateið út af einhverju, það gæti til dæmis verið að við varum með það stórt form að það bara meikar ekki sens. Við viljum bara birta það og svo viljum við bara meðhöndla það sem uncontrolled component. Þá megum við ekki nota þetta value attribute út af því að það er bara fyrir controlled components. Heldur notum við default value sem er þá í raun bara byrjunargildið sem er yfirskrifað af innra stateinu en ekki af stateinu okkar. Og ef við erum að nota input type file þá er það alltaf uncontrolled af því við verðum alltaf að nota file API-in sem er ekki með, það er ekki hægt að húka honum inn í einhver deklarativan API eins og hin inputin. Og þá notum við ref sem við sáum áðan og eða einhverja DOM aðgerðir til að nálgast þessi gildi og vinna með þau. Og þetta hendur oft tímum ef við erum bara með eitthvað risastórt form þar sem við erum að safna rosa mikið upplýsingum, svo íti á submit og þá sendi ég þessu gögn einhvert, þá er það bara fínt að nota þetta. En ef við erum með einhver form þar sem ég er að velja eitthvað hér sem á að uppfæra eitthvað þarna og ég er með stöðubreytingar sem hafa áhrif á í raun komponent tréð, ekki bara þennan ákveðna komponent sem ég er að vinna með,
þá þurfum við í raun að vera með þessi controlled components. Þannig að þá ef við skoðum dæmi form, að þá aftur hendum út þessu og skoðum í raun ef við byrjum með þetta og erum í raun að hugsa hvað á eiginlega að gerast ef ég er með handle submit á þessu onSubmit, að því að hvernig á ég að geta pikkað út gildið þannig að þegar ég er með eitthvað form sem er ekki controlled og ég sendi eitthvað inn þá þurfum við einhverja leið til þess að geta komist að því hvert valjúið er. Og þá getum við leyst þetta með því að breyta þessu yfir í controlled form og þá er það gert með því að nota bara þetta dæmi sem við sáum áðan. Og þá get ég séð þegar að ég skrifa inn, þá er ég í raun að breyta með event valjúinu sem þýðir að þetta re-renderast og þá get ég meðhöndla breytuna þegar að ég er að þegar áður en ég er að skrifa það út. Þannig að ég get sett halló og ég fæ fyrir hvert einasta slag á lyklaborðið fæ ég gildið. Þannig að ég geti gert eitthvað if er target value jafnt og Óli, þá bara return. Þannig að núna get ég ekki skrifað af því að þá er gildið Óli og ég má ekki skrifa Óli, þannig að ég get í raun bara brugðist við en ég get skrifað eitthvað annað og það skiptir ekki máli, en ég get brugðist við þessu og banna ég má ekki skrifa Óli, það er stranglega bannað. Eða þá ég geti í raun athugað eitthvað annað. Síðan ef við kommentum restina, skoðum þetta bara eitt í einu. Og er ég með eitthvað þar sem ég er með textaría, ég get skrifað eitthvað inn í það og það sem það gerir í raun er bara að sýna fram á að við erum með sama API-in, value og onChange attribute fyrir textaría elementið. Svo erum við með þetta flavor form sem sýnir bara að við erum með sama API-in fyrir select. Ég er með eitthvað value og eitthvað onChange. Nei, ef ég breyti þessu, þá er uppfærist viewið og breytan sem inniheldur grapefruit, hún uppfærist. Síðan fyrir form sem er þá í raun ekki flókið þannig séð, þannig er í raun með 2 reyti sem við viljum halda utan og við notum þennan handle input change gaur, að þá erum við að nota þetta sem almennan handler fyrir inputin okkar og þá getum við sagt fyrir hvort heldur sem það er checkbox eða number input, þá erum við með sama onChange handlerinn og við lesum síðan valjúið upp úr data.punktur heitið á inputinu og þá verður þetta passa, nameið á reitnum við valjúið sem við erum að lesa upp úr hlutnum. Svo erum við með uncontrolled form og þá ef við viljum gera eitthvað, við viljum vinna með þetta form, að þá þurfum við að nota annarkvort ref, eins og við erum með input ref, við tengjum það við inputið og þegar ég íti á handle submit og þá les ég gildið upp úr beint upp úr input reitnum með því að nota refið, eða þá að ef ég er með lengri form sem að innihalda marga reiti og ég vill ekki vera að búa til input ref fyrir hvern einasta input að þá get ég bara einfaldlega notað query selector all, leitað í öllum inputum sem eru í forminu sem kemur inn í gegnum submit eventin, þannig að þetta munir vísa í þetta element og ef ég kalla á query selector all input þá fæ ég þessi 3 input og þá get ég fundið bara name og value og gert það sem ég vil við þau, hvað sem ég sendi það áfram eða gera vinna eitthvað með þau. Þannig þá get ég sagt einhver gildi og submit og þá fæ ég name, address, phone number og ég get unnið með þau. Og svo með
file að ef ég með það þá það alltaf uncontrolled, því þýðir að ég með ég þarf alltaf að setja einhvern input ref eða nota einhverja DOM-aðgerð til að finna input, file inputið ef ég vil garfa eitthvað með þessi files, út af því að þetta hérna í raun alltaf bara aðgengilegt í gegnum imperatíft DOM DOM-fall. Síðan núna getum við farið að púsla saman stærri forritum og þegar við komum svona stærri forrit þá erum við oft með einhvern hlut sem hefur áhrif á einhvern annan hlut og þau þurfa að spila saman, þannig að komponentur þurfa að fara að tala saman, þau þurfa að fara að senda upplýsingar sín á milli og þá getur þetta verið bara það búið að segja einhver gögn, ég þarf að vinna með þessi gögn í nokkrum mismunandi komponentum af því ég vil birta, hérna ætla ég að birta hvað eru margar niðurstöður, hérna vil ég birta niðurstöður sjálfar, hérna vil ég birta form til þess að breyta niðurstöðunum og bara hvað þessum verkefni þarf og þá í raun nokkrar leiðir til þess að vinna með þessa stöðu og ein leiðin að lyfta stöðunni upp tréð, þannig við reynum að lyfta stöðunni það ofarlega í tréð að í raun foreldrið getur þá í raun séð að láta börnin eða börnin og þá systkinin vita af sameiginlegri stöðu. Síðan eru aðrar leiðir sem hægt að nota með context eða nota eitthvað svona sér state management library sem við skoðum í næsta fyrirlestri. En þetta ofta tíður svona fyrsta og einfaldasta leiðin til þess að gera eitthvað svona hluti. Og þá það þannig að ef við viljum í raun uppfæra stöðu niður tréð þá sendum við bara propsa niður í komponentuna. Ef við viljum síðan að komponent geti látið vita stöðunni upp þá sendum við inn eitthvað fall sem sá komponent kallar í til þess að uppfæra stöðuna fyrir ofan sig. Þannig að þá getum við í raun leyft börnum að hafa áhrif á foreldri. Og þetta í raun svona verður fín lína af því að ef við í raun lyftum stöðunni á öllu, bara alveg efst í tréð okkar og látum alla komponenta vita af öllu, þá erum við í raun, akkur eru það ekki bara með einn risastóran komponent sem sér þetta allt, akkur eru þá skiptis upp. Þannig að þetta er bara reynsla sem kemur þarna inn í hvernig við skiptum þessu upp og hvernig við vinnum með þetta. Og það alltaf bara að hugsa hver á að vera source of truth fyrir hvað. Þannig að ef við erum með eitthvað form, það formið sjálft sem á að vera source of truth út af því að við þurfum að vinna með það eða það komponentið frá ofan af því að við þurfum líka að geta valið þarna og byrt aðrar upplýsingar við hliðin á forminu eða einhvers staðar. Þannig að við þurfum að ákveða hvar sannleikurinn okkar á að liggja. Komponentur sjálfum fyrir ofan, en fyrir ofan, einhvers staðar allt annars staðar í gegnum eitthvað state management library og eitthvað. Og þá náttúrulega fylgir það, við getum fengið meiri kóða, en út af því að við erum að hugsa stateið okkar sem í raun, það er bara einn staður fyrir stateið, það er bara eitt single source of truth. Það er ekki í raun, ég með einhverja breytu í áskriftunum mínu og ég með DOM-tríðið mitt einhvern veginn uppfært, þá er ég með tvær stöður, eða ég með tvo staði þar sem að staðan mín er representuð. Þannig að ef að breyta mín breytist, þá þarf ég að muna að breyta DOM-nóðunin líka. Og ef ég breyti ekki öðru hvoru, þá er ég alltaf komið með mismatch og state og þá er ég komið með einhverja bugga. Og þetta að vinna með þetta tekur tíma og það er þá þessi one-way binding að gögnin flæða niður og það hvernig við meðhöndlum state er svona stærsti parturinn af þessu. En það er grein í React-skjölunni sem er thinking in React sem fer í gegnum þetta. En svo það bara æfing, þannig að núna er þetta verkefni eða þetta dæmi sem við ætlum að kíkja á núna og eftir og síðan verkefni 5 er í raun að æfa þetta. En þetta hugsunarferli er í raun 5 atriði, það er brjóta niður UI-ið sem við erum að vinna í eitthvað komponenti hierarchy. Þannig að við ákveðum, ok, ég er að vinna með þetta hérna, þetta er einhver listi á itemið á einhver gögn, ok, og gögnin ég ætla bara, þá eru við komin í HTML elementin, þannig eru laufin í trén okkar. Búin til einhverja statíska útgáfu sem við bara búum til í raun UI-ið okkar, á þess að fara að hugsa það að geta breytt einhverju eða eitthvað, við erum með eitthvað state. Og síðan í raun horta á þetta og segja, ok, hvað er minnsta stateið sem ég get notað til þess að
ná fram þessu hérna, ég vil geta eytt þessum hlut, en ég þarf einhvers vegar að geyma það hver ég búið að eyða, hvar á það heima. Og það er þá þetta 4. stig að ákveða hvar stateið á að eiga heima. Á það heima í komponentum fyrir ofan eða þar enn fyrir ofan. Og síðan þetta inverse data flow. Þannig að þegar ég er búin að ákveða hvar stateið mitt á að eiga heima, hvernig flæðir það síðan niður á við og er representað í komponentunum okkar. Þannig að hérna er eitthvað svona mjög einföld dæmi. Ég vil íta þann taka, þá breytist eitthvað state sem sýnist bara hvað sem er til, eða ég get leitað með því að skrifa eitthvað inn hérna. Þannig þá erum við að finna hérna hver eru komponentunir, það er einhver komponentu utanum þetta allt saman. Þar er stateið okkar að eiga heima, af því að sá komponent er með þessar 2 komponenti hérna sem er með bláu, search, og síðan hennan lista af vörum. Og þeir báður þurfa að vita því hvað ég er búin að leitað. Þannig að ég þarf að vita því til þess að geta sett bara og representa það hérna, ég get skrifað út strengin, og þessi hérna þegar ég vil filtra út hvað er til og hvað ekki. Þannig að tökum snöggt eitt dæmi þetta. Þá erum við með sama dæmið og áðan með jarðskjálftana, og nema nú erum við búin að bæta við smá virkni sem er þetta að geta valið hvaða skjálfta ég vil sjá og geta leitað í því hvað gerðist. Þannig að núna er ég búin að lifta state, ég er búin að breyta í state, þetta sem við vorum með áðan, sem var þetta sem var hardcodað inn í earthquakes, sem var þetta type og period. Núna er það eitthvað sem að þessi menu komponent leyfir mér að velja. Þannig að ég get valið hérna gerðina, ég get valið tímabilið. Og það bara hérna er aðalmálið bara að pudra út þessum valmöguleikum sem koma úr þessum fylkjum sem voru með hérna áðan, þessum hérna 2. Earthquakes gaurinn er eins að öllu leyti nema við erum komið með eitthvað search hérna inn, og það leyfir okkur hérna ef það er eitthvað search gildi, að þá ætlum við að filtera út og birta bara jarðskjálfta sem að titillinn hefur í raun leitargildið í sér. Þannig að annars er hann alveg eins. Og þessi menu sem sagt tekur inn núverandi típu og núverandi periodu og síðan föll sem að leyfa að uppfæra það. Þannig að þegar ég er hérna með þessi input hérna, ég set út þessi radio buttons hérna fyrir alla gerðirnar, skoðum þetta svona, og þegar ég smelli á þetta, þá er kallað í on-type change, og í on-type change þá erum við búin að nota hérna event-handler sem að bindur sig við þetta type.type sem er þá erum bara típan á þessu staki, þar sem við erum með type og label. Label birtu við fyrir hérna, type er sem gerist er value hérna, og það sendir í on-type fallið sem er sendt inn í sem prop, og það er sendt niður af app komponentunum okkar sem hreinlega bara set type fallið á stateinu. Þannig að við það að breyta stateinu, við það að smetla á þannig radiobutton hérna 1.0, þá er ég að kalla í set type hérna með gildinu 1.0 sem þá í raun sendir inn í earthquakes nýtt state, út af því að state breytist, þessi komponent re-renderar, þessi komponent fekk ný props, og eitt af því propi er dependency hérna, sem því að ný gögn eru sótt. Þegar ný gögn eru sótt, þá er stateinu breytt, það er sett í loading state, það er síðan sett í gagna state, sem þýðir síðan á endanum eru nýjir jarðskjálftar birtir. Þannig ég íti hérna, nú er ég í loading stateinu, út af því að við erum hér. Síðan þegar það er búið að sækja þessi gögn, þá settum við set data JSON, set loading false, og við birtum þetta hérna, og núna ef ég fer hérna og ég skrifa inn Reykjavík, þá er raun breyttist stateið,
það komin nýtt, breytist stateið í app komponentum okkar, það komin nýr search prop hér, sem þýðir að það er re-renderað. Þegar það er re-renderað þá er athugað hérna, er search, já, search er núna, rake, þá er filter við út earthquakes fylgið okkar hérna. Það var ekki sótt ný gögn, því að bæði type og period eru sömu gildin, þannig að það var ekki gerð nýtt request á gögnin, en það er filterað út hérna og aðeins þeir jarðskjálftar sem eru með Reykjavík, eða Reykjanesbær eða Reykjavík, eru birtir. Þannig að þá get ég strókað þetta út, út af því að þetta er svo rosalega mikið af gögnum, þannig að ef við segjum kannski 2,5 og seinustu viku, Vogar, þá erum við að finna hérna, sjá þessa stóru skjálfta sem urðu þar núna seinustu daga, og svo er í raun þessi search component er í raun sér sitt eigið state fyrir þá gildi sem er búið að slá hérna inn, en í hvert skipti sem að það er í raun breytt, þá er það uppfært hérna þannig að það birtist hérna inn í reitnum, en það er líka sendt áfram upp tréð í þannig hérna sem að þá setur search stateið efst sem síðan fer niður í earthquakes. Þannig erum við búin að sjá hvernig við erum að skipta þessu statei upp. En við skulum taka pásu og byrja aftur klukkan 16:50.